Forstjóri fjármálaeftirlitsins verður gestur okkar hér á eftir. En eins og kunnugt keypti hópur vogunarsjóða tæplega þriðjungshlut í Arion banka á dögunum. Hlutur hvers og eins þó undir þeim mörkum sem kveða sérstakt hæfi þeirra til að eiga bankann verið metið. Ekkert vitað hverjir standi í raun að baki sjóðunum og alls óvíst hvort svör fáist við því, enda liggur leiðin eins og oft áður til Caymaneyja þegar eignarhaldið skoðað, en við fáum vonandi svör við því á eftir. Sælunir og velkomin í Kastljós. Kannski bara byrjum á þessu sem við sáum í fréttunum áðan. Það sem maður hefði haldið að væri frekar eðlileg krafa að það er upplýst hverjir það eru sem eru að kaupa þessa banka. Við talum ekki svona kannski í ljósi reynslunar, en sko með við það sem kemur þarna fram og eitthvað líklegt að við fáum að vita það? Já, ég sá nú reyndar þessa fréttu bara áðan eftir ég var komin hingað og get nú ekki beint tjáð mig um það sem að þær eru ekki frá mér eða okkur komnar, en varðandi hvort að Íslendingar geti almennt átt von á því að fá upplýsingar hverjir eiga þessi fyrirtæki, þá svari já, það beinlínis laga skylda að upplýsa það og það gert á vefsíðu bankans sjálfs sem á í hlut. Og þetta ákvæði sem kom inn í lögin fjármálafyrirtæki 2013. En þegar slóðin liggur á svona staði og þetta fyrirtæki sem á í öðru fyrirtæki sem síðan endar á Caymaneyjum, það það sem skiptir máli einstaklingarnir, og ég tala nú ekki þegar það svona samstillt kaup, þriggja sjóða eins og þarna og þeir hitta einhvern veginn allir á það að vera ekki yfir þessum mörkum sem að krefjast þess að þið þurfið að skoða það okkar sérstaklega. Það ekki þess þá heldur nauðsynlegra að við fáum að vita hvort til dæmis þarna séu einhverjir tengdir aðilar, hvort þarna séu einhverjir sem við yfir höfum treystum til þess að reka banka, því við höfum nú svona reynslu af því að það svona kannski æskilegt skilir að menn viti hvað að gera. Reyndar hafa 2 eða 3 af þessum aðilum gefið til kynna að þeir hyggist eignast virkan eignarhlut, hafi í huga að kaupa meira heldur en þessi 9,99%. Og þannig að þá fara þeir í gegnum mat á hæfi sínu sem virkir eigendur eins og það kallað. En varðandi hlutfallið birtingu á hverjir eru á bakvið fyrirtæki, þá það regla það að það upplýsist þá sem eiga meir en 10% þegar þetta skoðað upp, þá ég tala þessa birtingaskyldu. Ef að þetta eru segjum hlutdeildar, skírteinisjóðir, eitthvað þar sem eignarhaldin mjög dreifð, þá hugsanlegt hún sé það dreifð að það sé enginn sem nær þessum 10% mörkum. Það veit ég ekki núna. En sko, bara það að þetta sé að gerast, því þetta einhvern veginn virkar nú svolítið þannig eins og menn séu að þannig óbeint að selja sjálfum sér þennan hlut, þessir vogunarsjóðir. Ég meina að því að þú varst í viðtalið í Morgunútvarpinu nýlega og sagðir að það var þannig haft eftir að þeir hugnaðist lítt af vogunarsjóði með skammtíma hugsun ráði bönkunum. Svo hafa menn tínt til, minnst að kosti svona viðskiptasögu sumra þessara aðila, einn af þeim verið tengst mútumáli og í Afríku og annað því líkt. Ég meina, þetta æskilegt og eitthvað sem hægt að gera í því þá? Það sem mér langar þá að segja, þegar við skoðum hæfi virkaeigandans, að þá eru atriði orðsporans skoðað, það skoðað fjárhagsleg staða, þessi aðili með nógu sterka fjárhagslega stöðu til að vera bakkjarl fyrir banka, og það líka skoða hvort það sé eitthvað í hans uppbyggingu sem að torveldi eftirlit eða sé líklegt til þess að viðkomandi fari ekki að lögum og reglum. Þannig að það eru alls konar, og við spyrjum mjög djúpra spurninga þessa hluti og förum í þetta mat. Það sem að væri kannski rétt að segja frá hér að því þegar við framkvæmdina á þessu, þá leitum við í smiðju til kollegana í Evrópu og Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur gefið út svona leiðbeiningar
svona vinnu og þar er gert ráð fyrir því að vogunarsjóðir eða fjárfestingarsjóðir eins og það kallaðir geti átt í banka og þá eru svona viðbótar spurningar sem að gert er ráð fyrir því að sé spurt meðal annars árangur og fjárfestingarstefnur og slíka hluti. Þannig að þetta eru allt saman vinna sem að er ekki komin einn svona stað en við erum í stellingum og tilbúin til þess að þegar við fáum tilkynningu að þessir aðilar hyggist eignast meira. En bara svona hlutir eins og það að fyrirtæki hafi fyrirtæki á þessu vegum hafi þurft að borga 23 milljarða króna sekt fyrir að hafa mútað embættismönnum í Kongó og Líbíu. Ég meina, eru þeir hæfir til að eiga banka á Íslandi? Þetta er eitthvað sem við myndum auðvitað að skoða. Þessir aðilar sem að þetta er sagt en ég meina skoða, við höfum ekki sannreynt sko það er það sem við þurfum að gera við þurfum að sannreyna upplýsingar og við höfum líka bakhjarla annar staðar upp á stjórnvöld í öðrum löndum og annað við förum í þessa vinnu svona skiptir máli þetta er einmitt orðsporsatriði. Erum við tilbúin í að fara í þetta því að nú hafa þeir verið óvirkir eigendur í raun að þessum bönkum, kröfuhafarnir. Er bankakerfið okkar tilbúið fyrir það að fara annan snúning og fara, sem sagt, erum við búin að til dæmis bara setja nógu margar girðingar til þess að þetta lendi ekki aftur einhvern veginn í fanginu okkur? Ef illa fer? Ef illa fer. Það sem hefur verið gert og nú vísa ég aftur í Evrópulöggjöfina því að við erum hluti af EES. Voru það líka síðast? Já, en það varð áfall víðar en á Íslandi og það er búið að breyta svo gífurlega miklu í lagaumhverfinu og sumir hafa ágjörð því að það sé orðið of flókið og íþyngjandi en það er löggjöf sem er í undirbúningi að innleiða hér á Íslandi sem er það sem kallað endurreisn og slit fjármálafyrirtækja og það er beinlínis markmiðið með því að það er einmitt ábyrgð eigandana er miklu meiri hún miðar að þessi löggjöf að verði fall á banka að það lendi ekki á innstæðueigendum eða skattborgurum. En þetta á eftir að setja í lög hér? Þetta er verið að undirbúa að setja í lög hér. En varðandi bara svona umhverfið, ég meina það að þessir menn geti, því það er fullt af peningum inn í þessum banka, að þeir geti ekki bara farið að lána tengdum fyrirtækjum og búið til sömu spilaborgina og vera í gangi hérna síðast. Er eitthvað sem kemur í veg fyrir það? Já, þeir eru náttúrulega bundnir af íslenskum lögum eins og aðrir eigendur. Eins og menn voru síðast. Er búið að þrengja þessi lög eitthvað? Já, það er búið að þrengja það gífurlega mikið. Þannig að þetta er ekki að fara að gerast á þinni vakt? Nei, ég ætla að gera allt sem mínu valdi stendur til að svo verði ekki gert. Ok, við vonum það en minnuðu á það þá ef það fer ekki til þessi. Já, það verður gert. En þakka þér fyrir komuna í Kastljós.